Ríkisskattstjóri hefur frá árinu 2008 rekið þjónustuver þar sem öllum símtölum til stofnunarinnar svarað. Eftir sameiningu skattyfirvalda varð hlutverk þjónustuversins mikilvægara en áður og það eflt með fjölgun starfa. Skrifstofustjóri þjónustuversins og hluti starfsmanna þess á Siglufirði og hefur verið frá sameiningu stofnana skattkerfisins og skiptiborðið og ein staða í þjónustuverinu voru fyrir á Akureyri en í dag fjölgaði störfum 5 til 6. En hvaða breytingar verða helstar við flutningin? Skúli Eggert Þórðarsson ríkisskattstjóri. Já, breytingarnar eru fólgnar í því að við ráðum hér inn viðbótara mannafla hérna fyrir norðan. Það eru 5 starfsmenn hérna á Akureyri og 1 á Siglufirði. Breytingarnar felast í því að öll símsvörun verður flutt hingað norður og þjónusta við þá sem hringja inn fer fram hérna. En hvað þýðir það þá fyrir ykkur fyrir sunnan? Já, það er verið önnur störf. Þeir starfsmenn sem hafa unnið í þjónustum verið þar, þeir fara í önnur störf á Laugavegi, það sem aðalstöðunar eru og það er full not fyrir þann mannafla í þau störf. Til að gefa nokkra mynd af því hve mörg símtöl berast inn í þjónustuverið þá var 50.000 símtölum svarað í marsmánuði í fyrra. Auk þess svarar þjónustuverið öllum tölvupósti sem ekki stílaður á einstaka starfsmenn, fyrirspurnum úr svokölluðu SOS og fyrirspurnum af norræna skattavefnum. Starfsfólki þjónustuveri aðstoðar einnig við ýmis önnur verkefni til dæmis varðandi beiðnir einstaklinga endurgreiðslu og virðisaukaskatti vegna aðkeyptrar vinnu svo eitthvað sé nefnt. En hvernig hefur ríkisskattstjóri nýtt sér þá byltingu sem orðin í rafrænum samskiptum? Já, við gerum það þannig að það skiptir rauninni ekki máli hvar fólkið staðsett. Það er eitt símkerfi, við erum með eitt tölvukerfi, við rekum svo kallað víðnet skattkerfisins, þannig það skiptir engu máli hvar fólk staðsett til þess að vinna störfin. Þess vegna erum við að fjölga fólki hér á Akureyri 10% meðan að samdráttur á öðrum starfsstöðum 10%. En þetta með að fólk oft þreytt á því að labba á milli margra stofnana. Þú vilt kannski frekar hafa þetta öðruvísi, það séu gögnin séu til á einu stað og fólki nýti þjónustuna þannig? Já, besta og mesta nærþjónustan vefur ríkisskattstjóra. Þeir sem fara inn á vefur ríkisskattstjóra, þeir geta þjónusta sig sjálfur, þeir geta hringt inn, þeir þurfi ekki að koma á starfsstöðuna nema í undantekningatilfellum. En nú þetta eins og segir ekki bara hér á Akureyri, það líka hluti af þjónustuverinu á Siglufirði. Hvers vegna það? Já, þetta helgast af sögulegum skýringum. Það var sett skattstofa upp á Siglufirði fyrir mörgum aldar, fyrir áratugum síðan, rúmlega hálfri öld, ég held að það hafi verið 1944 eða 56 sem var sett skattstofa á Siglufirði. Við höfum ekki séð ástæðu til að loka henni og það sama raunverulega á við þegar menn eru með atvinnustarfsemi á einu stað, þá það mikið mál að breyta til og við höfum ekki séð ástæðu til þess. En nú eru toppar í þessum innhringingum, 50.000 innhringingar til dæmis í marsmánuði. Þetta að dreifast yfir árið samt meira? Já, að einhverju leyti, en við erum samt sem áður alltaf með okkar annan tíma sem skil á framtölum. Það að vísu orðið miklu aðgengilegar heldur en var, flestum nægir að opna og fara yfir gögnin og íta síðan á staðfesta. Það alltaf langmest að gera. Það má til dæmis nefna það að það koma 1000 manns inn á Laugaveginn á einum degi þegar mest í marsmánuði.